Grunnskólakennaranám nú 5 ára nám þar sem að nemendur útskrifast með meistaragráðu. Og allir útskrifast sem almennir kennarar en velja sér sérgrein eða kjörsvið eins og það kallað. Hægt að velja 1 kjörsvið eða 2 og kjörsvið listaverkefna eru þessi. Þau eru heimilisfræði, hönnun og smíði, leiklist, myndmennt, textílmennt og tónmennt. Og aðseturlistaverkefna í skipholti 37 og verkstæði og vinnuaðstaða mjög góð og það gott aðgengi að verkstæðum utan kennslutíma. Ég valdi kjörsvið tónlist, leiklist, dans bara vegna út á áhugamáli mínu á leiklist og söng. Og ég ætlaði upprunalega alltaf að verða leikkona og fór í inntökupróf en komst ekki inn. Og svo var mér bent á þetta kjörsvið og ég ákvað bara að slá til og sækja Og ég sé alls ekki eftir því ég hef lært rosa margt og mikið. Og ekki bara leiklist, heldur líka einmitt tónlist og lært inn í dans og hvernig hægt sé að nýta það í kennslu, sem mjög skemmtilegt. Ég valdi þetta nám því að mér finnst mjög gaman að vinna með börnum og fólki og vinna með ýmis efni sem við notum í hönnun og smíði. Ég valdi þetta nám því að ég hef mikinn áhuga á matreiðslu og öllu því sem við kemur eldhússtörfum og einnig hollustu og næringafræði og öðru slíku. Og svo þetta langar mig að vera kennari, þannig að þetta er bara góð blanda. Í öllum listaverkefnum tekist á við fjölbreytt viðfangsefni og lögð áhersla á að nemendur nái góðri færni í sinni grein. Að undanskilinni tónlistarlínunni eru ekki gerðar kröfur að nemendur hafi sérstaka kunnáttu í viðkomandi grein áður en þeir hefja nám. Þannig að þetta námi fyrir alla og allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi innan kjörsviðalistaverkefna í kennaramenntun. Ég valdi kjörsviðið tónlist, leiklist, dans vegna þess að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á tónlist og hef lengi langað að verða tónlistarkennari. Og í upphafi var það eina rétta í stöðinu fannst mér, en svo eftir að ég byrjaði hérna, eftir þessi 3 ár mín, þá er leiklistin alltaf að verða sterkari og sterkari. Og við gekk viðlag, jú það ekki? Ég valdi textíl á fyrstu önnunni minni. Þegar ég skráði mig í skólan þá skráði ég mig í heimilisfræði og síðan var einhver ratleikur. Mér fannst alveg óþarft að taka þátt í honum og því ég var búin að velja mér að fara í heimilisfræði. Ég ákvað samt að taka þátt, kom hérna niður eftir og fór inn í þessa stofu og féll alveg fyrir henni en var alveg ákveðin í að halda áfram í heimilisfræðinu út af því að mér fannst ég ekki kunna nógu mikið til þess að fara í þetta nám. Ég var samt alltaf prjónandi og sauma og svona en fannst ég ekki kunna nóg. Ég held ég þyrfti að koma hérna fullmenntuð inn í textinámið. Svo leið og eiginlega ég labba inn í þetta hús, þá hugsaði bara hérna á ég heima. Ég valdi myndmenntakjörsvið því að ég hef áhuga á því að vinna með börnum, vinna skapandi með börnum og sjá svona hvað þau hafa fram að færa, hvernig þau horfa á heiminn. Markmið með kennslu í listaverkefnum í kennaranámi ekki að mennta listamenn eða handverksfólk, heldur að gera kennarefnum kleift að öðlast grunnfærni og þekkingu í sinni grein og allar listaverkefnar eru tengdar við uppeldi, menntun og almenna velferð barna. Ég byrjaði í listaverkefnum við Háskóla Íslands 1986 í textíldeild, kom svo í myndlistadeild og núna komin í mastersprógram. Þannig að það alltaf eitthvað í boði fyrir fólk sem vill auka þátt sköpunar í náminu sínu. Það sem hefur komið mér á óvart í náminu bara hvað þetta ótrúlega skemmtilegt. Hvað það eru margir möguleikar í boði. Listaverkefnar hafa lengi verið meðal vinsælustu námsgreina nemenda í grunnskólum enda fá þeir tækifæri til að takast á við skapandi, lifandi og raunveruleika tengt nám á fjölbreyttan hátt. Og það má segja að í listaverkefnum reyni á samhæfingu huga og handar og nemendur búa til hlut í höndunum, vinna með tákn, tóna, matarmenningu, líkamann og hreyfingu í leik. Gíst á bóndi og allt hans fólk til aftansöngs aðfangadaginn nema smalinn. Ávinningurinn ótrúlega mikill. Alveg saman hvort að kennari sé að fara að kenna tónlist, leiklist eða dans, að þá munu kennsluaðferðirnar sem við lærum hér nýtast mjög vel í öllum námsgreinum. Mér finnst skemmtilegast í verklegu áfengunum, þar sem að ég fæ að smíða og tengja það við einhverjar rannsóknir í listum og einhvern veginn þegar allt fellur saman. Hugur og hönd eru einhvern veginn í samhengi
Það sem við erum að læra á myndmenntakjörsviði er kannski svona alhliðar grunnþættir myndmenntar. Við erum í litafræði, formfræði, erum svona að kanna ýmis efni og áhöld og við vinnum líka mikið með bara svona okkar hugmyndir, höldum skissubók og erum að gera listaverk. Við lærum mjög mikið af skemmtilegum kennsluaðferðum sem hægt er að nota í hvaða námsgrein sem hvort sem það er íslenska eða stærðfræði. Þá er hægt að nýta sér leiki eða tækni tónlistar eða leiklistarinnar til þess að útfæra námsefnið. Ja, námið er alveg frábært. Þetta er bara með skemmtilegra sem ég hef gert og helst vildi ég þessu líki bara aldrei. Í grunnnáminu þá erum við aðalega svona prófa hugmyndir, fá hugmyndir og svona fara eiginlega inn á við og leita af einhverjum sköpun. Ekki endilega búa til verkefni sem við getum lagt fyrir grunnskólanemendur. Við erum í rannsóknarvinnu eiginlega allan tíman í náminu sem er bara rosalega hollt fyrir okkur sem framtíðarkennara að reyna að laða þetta fram hjá nemendum og við séum ekki að láta nemendur vera í einhverju færibandavinnu. Heldur reyna að fara þá inn á áhugasvið nemandans. Það er áhugaverðast hvað þetta er fjölbreytt. Við lærum mikið af næringafræði og lífeðlisfræði og alls konar og líka auðvitað fullt af matreiðslu og alls konar mismunandi verkefni. Listir og verkleg störf eru órjúfanlegur þáttur í lífi okkar allra og móta allt okkar líf en þær eru einnig stór atvinnuvegur. Þær efla hugmyndaflug, sköpunargáfu og stuðla að læsi á umhverfið í víðum skilningi. Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á gildilistaverkefna fyrir börn í grunn- og leikskólum en af þeim má ráða að listaverkefni séu afar mikilvægur hluti af heildstæðu skólastarfi. Það hefur komið fram í rannsóknum að nám með aðferðum lista og verknáms þroski sveigjanlega og gagnrýna hugsun, örvi sköpunarhæfni og auki ímyndunarafl. Og þetta eru eiginleikar sem eru mikilvægir til að takast á við breytingar í nútíma samfélagi. Ég hef tekið að mig forfallakenslu hérna í skóla í Reykjavík og haft mjög gaman af. Þannig að maður er búinn að fá samhliða náminu er maður að fá smjörþefinn af því hvernig er að vinna við þetta starf. Og það er bara verið mjög gaman og það er það sem að soga mann í þetta. Það er hversu skemmtilegt þetta er. Það sem er mikilvægast fyrir mig og ástæðan fyrir ég valdi þessa námsleið er að geta tengt skapandi vinnubrögð inn í námið mitt og ekki hvað síst að geta boðið nemendum mínum upp á það í framtíðinni. Að stuðla að skapandi vinnubrögðum er mikilvægt og nýja aðalnámskrá leggur línurnar þar þannig að ég held að ég hafi valið rétt. Mér langar að starfa sem heimilisfræðikennari og mér finnst mikilvægt að heimilisfræðikennarar kenni líka allt það sem ég hef lært inn í skólanum eins og næringafræði og næringagildi og hollustuna og allt það því að það þarf svo mikið meira til þess að vera heimilisfræðikennari heldur en að vera bara góður að baka múfur. Námið er líka mjög krefjandi en það er líka leið svo skemmtilegt að ég hlakka alltaf til að fara í skólann. Það er aldrei kvöð og öll verkefnin eru spennandi og skemmtileg. Og líka það er frábært fólk, skemmtilegi krakkar, kennararnir eru frábærir og námið er eitthvað svo persónulegt og það finnst mér svo æðislegt að svona persónuleg samskipti við kennara og annað.